Út að skammast þín. Út að skammast þín fyrir það að vera að láta barnið þitt vera í spjaldtölvu á YouTube meðan þú ert eitthvað að stara út í loftið að prjóna. Það er talað að sé ekki frítt húsnæði fyrir nemendur, þeir fá ekki greitt fyrir að vera í skólanum, það er of erfitt að vera í skólanum, það er of erfitt að vera að sinna einhverju svona félagsnámi og þar að leiðandi einhvern veginn að saksa niður á kröfunar. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og þessi þáttur í boði Poulsen, Alvörubón, Bæjarins bestu pilsur, Fiskhúsið.is og að sjálfsögðu Happy Hydrate. Ef þið viljið styrkja þetta framlag þá getið þið farið inn á partus.is/pælinga með því að styrkja þetta. Þá fáið það sjálfsögðu þáttinn á undan öðrum ásamt án þess að hafa auglýsingar. Nú, árunum byrjum, þá vil ég bara rétt minnast á fésbókarsíðu hlaðvarpsins sem heitir Ein pæling umræður. Það er ekki svona þessi heildarsíða sem ég er eiginlega alveg hættur að nota eftir ég var svona það sem er kallaður shadowbannaður í kringum faraldurinn. En Ein pæling umræður er sem sagt vettvangur þar sem að ég seti inn færslur hvaða viðmælendur eru að koma og líka þar sem að þið getið borið fram ykkar eigin hugleiðingar. En það sem að mig langar að tala um í dag er menntun, gervigreind og fyrirlestur sem að ég hlustaði á núna fyrir skömmu með Niall Ferguson, en ég er mikill aðdáandi hans. Hann er sem sagt sagnfræðingur, upphaflega breskur ef ég er að muna þetta rétt, en hann fluttist til Bandaríkjanna. Þetta er eiginmaður Ayaan Hirsi Ali, en ég er líka mikill aðdáandi hennar, en fyrir það sem ekki þekkja hana, þá er hún sómalskur flóttamaður sem að flutti til Hollands, en þurfti síðan að flýja þaðan eftir að samlandar hennar ógnuðu hennar tilvist þar í landi og reyndar aðrir islamistar í Hollandi. En það er svo sem ekki saga sem ég er að fara yfir hérna í dag. Ástæðan fyrir því að mig langar að ræða hann fyrirlestur er út af því að hann varpaði að mínum mati svolítið góðu ljósi á þróun sem að er bæði óumflýjanleg og orðin augljós, en það hefur að gera með það hvernig gervigreindin hefur breytt menntun og hversu illa í stakk búin við erum í rauninni að takast á við þann veraldleika og hvaða langtíma áhrif það kann að hafa. En ég sem sagt er búinn að taka út nokkra búta úr þessum fyrirlestri og eins og segi, það er náttúrulega alltaf magnað að hlusta á Niall Ferguson, en þarna fannst mér hann ná miklu betur utanum svona ýmis hugðarefni sem hann er reynda vanur að fjalla en það hefur sérstaklega að gera með þennan nýja háskóla sem heitir UTX og er starfandi í Austin, en það var, hann er einn forsprakka þess skóla. Ég veit ekki alveg nákvæmlega hverjir aðrir standa bak við það, en þetta er sem sagt svona vettvangur með í bakhjörlum sem að vilja svolítið halda í menntun eins og við þekktum hana fyrir nokkrum áratugum áður en eins og Niall Ferguson reyndar fjallar í þessum fyrirlestri og ég er sammála að akademínu var tekin yfir af svona, hvað ég var að segja, hugmyndafræðilegum en jafnframt hugmyndasnauðum fræðimönnum sem að mótuðu eigin svið með ýmsum nöfnum sem að ég þarf nú ekki að nefna til þess að þið viti hvað ég er að tala um, og það hefur svo sem smitast yfir í allt akademist starf. En ég hef kannski vil aðeins ramma þetta inn líka. Það var eitt sem að ég fór ótrúlega mikið að hugsa í sambandi við gervigreind og það hvernig svona tæknin hefur, verri hliðar þeirrar tækni sem við notumst við á hverjum degi. Og ég hef reyndar alveg sagt þetta áður í sambandi við samfélagsmiðla og aðra tækni er að ég hef keyrt í leigubíl og afi minn reyndar keyrði leigubíl líka. Ég keyrði reyndar miklu skemmur heldur en hann. En hann rataði allar götur og ég var alveg, fannst mér, ótrúlega lélegur að rata. Þannig að ég var alltaf, þegar ég var að keyra allir með skúna, þá var ég alltaf með það í Maps að vita hvert ég átt að fara og ég stimplaði inn í kerfið þannig ég vissi nákvæmlega hvert ég var að fara. Og ég hugsa alltaf að þegar ég var að gera þetta, þá var ég líka einhvern veginn að takmarka getu mína að kunna að rata. Ferskur fiskur er fastur liður í matarvenjum Íslendinga og þegar veitingamenn bjóða upp á fiska þá þýðir ekkert að bjóða upp á annað en hið ferskasta og hið besta. Fiskhúsið.is býður upp á ferskasta fiskinn, framúrskarandi úrval og að sjálfsögðu afburða þjónustu. Hvort sem það er fyrir veitingahúsið, hótelið, mötuneyð eða hvað annað, sama hvar þú ert á landinu, þá ferðu inn á fiskhúsið.is og heyrir í strákunum. Og það er svolítið magnað að hugsa til þess að sama hvert við erum að fara í dag, að þá er það alltaf sett inn í Maps. Og þetta á náttúrulega eftir að aukast eftir því sem að kynslóðir koma sem að þekkja ekkert annað en að hafa þessa tækni við hendina.
en sko hvaða áhrif gæti það haft á getu okkar til þess að takast á við ýmiss konar önnur vandamál. Það að segja þegar tæknin gerir okkur auðveldara að takast á við verkefni, að þá kannski verðum við verri í stakk búin til þess að takast á við þessi verkefni. Og þetta það sem að Niall Ferguson að fjalla í þessum fyrirlestri, og ég ætla að spila sko nokkrar klippur sem að ég tók saman í þessum fyrirlestri. Þetta þessi fyrirlestur, ég mæli reyndar eindregið með honum. Ef við skrifum bara Niall Ferguson og AI, þá það fyrsta sem kemur upp, en ég set líka hérna þennan fyrirlestur í lýsingu á þessum þætti, þannig að þau getið hort á hann í heild sinni. Ég hef búin að horfa á hann 2,5 sinnum það bil, og tók saman klippur úr honum sem ég fannst eiga við þetta málefni, en hann snertir á reyndar fjölmörgum málefnum í þessum fyrirlestri. En kannski bara byrjum á fyrsta fyrirlestrinum sem að ég skrifaði hjá mér að héti Oxford Skills, en þannig hann að tala það hvernig hæfileikar sem að hann öðlaðist hjá Oxford, og hæfileikar sem að hann telur að séu ekki eitthvað sem að við erum að tileinka okkur í dag. Og ég ætla bara að spila hann stuttabút og svo fjöllum við aðeins hann. Now you might think that we were therefore very poorly prepared for the world that was barreling towards us from Silicon Valley. But we were actually well prepared. And that's because Oxford taught us 7 highly fungible skills. 1, the ability to read a lot. A typical reading list would be 5 whole books and 5 journal articles, which you had to read in a week. We learned to think. I don't remember ever being told how to think, but I worked out that I did it better if I went for a long walk after reading the books. We were taught to write. You had 1 or 2 essays that you had to handwrite. And then we were taught to debate. You had to go and read them aloud in a tutorial and then have questions fired at you by your tutor. And there was nowhere to hide because it was only you. The small group teaching is still one of the peculiarities of the Oxford system. We were taught to function under stress, and nothing quite matches the stress of Oxford finals. When you sit or sat 10 3-hour exams in the space of 7 days, under timed conditions, wearing a white tie, a gown, and carrying a mortarboard. We were taught to differentiate between bullshit and bona fide content. We were taught to cohabit and cooperate with our contemporaries on a tight budget. It turned out that these were pretty good survival skills for the age of the internet. The problem is that your future shock is going to be bigger than mine was. Sam Altman gives good interviews. One should always read them. He says we're on the brink of a new renaissance. I'm not sure that's the right analogy, but that's the one he's going with. Já, og eins og heyrið þá hann þannig að fjalla áskoranir internetsins og hvaða áskoranir það væru og hvernig hans kynslóð væri stakkbúin til þess að takast á við þessar áskoranir. Og hann fjallar þannig að það hafi í upphafi verið svona miklar áhyggjur af því að kynslóðin var ekki stakkbúin til þess að takast á við, en eins og hann færir rauk fyrir að þá voru þau mjög vel í stakkbúin. Og hann nefnir hana eins og svona, ég veit ekki sko, nú hef ég reynslaði að vera bæði í bandarískum háskóla og líka hér heima og það sem hefur verið ótrúlega einkennilegt og ég þykist hafa sko fundið aðeins fyrir kynslóðaskiptum kennara í þessu ljósi að það til þess að lesa 5 bækur á einni viku og 5 stórar greinar eitthvað sem að sko yngri kennurum þykir mjög mikið en eldri kennurum þótti ekki mjög mikið.
Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Og ég man eftir þegar ég var í háskólanámi, bæði hérna heima og kannski sérstaklega hérna heima, svo ég taki það sérstaklega út af fyrir Svega, að þar voru eldri stjórnmálafræðingar, kennarar, sem að voru að láta mann hafa mjög mikið lesefni og þessir yngri voru að láta mann hafa minna lesefni. Og það sem að var sérstakt var að nemendurnir settu rosalega pressu á að kennararnir settu minna námsefni. Það komu umkvartanir, þetta var alltaf umræðefni í tíma, að þetta væri of mikið og það var væl yfir því að þetta var of erfitt og að þetta væri alltaf svo mikið og að þessi kennari væri að setja svo mikið og þar af leiðandi þetta þessi kennari aðlaga sig að því. Og þetta væl held ég að hafi haft óumflýjanlega þau áhrif að menntun sé orðin töluvert lakari. Það eru gerðar minni kröfur til nemenda og jafnvel eru sumir kennarar sem að telja að þeir séu í einhvers konar svona jöfnunar hlutverki og þar af leiðandi og kannski að lækka það niður á lægsta samnefnara. Þetta á alls ekki við alla, en mér þótti samt sem áður ég finna örlítið fyrir því að þetta væri að hafa áhrif. Og þetta hefur náttúrulega valdið mikilli verðbólgu í einkunnum. Þessi verðbólga á náttúrulega sérstaklega við á yngri stigum en líka á háskólastigi. Það sem verið einhvern veginn að krefjast þess að kennararnir aðlaga sig að lægsta samnefnara nemenda og eiga þá þóknast frekasta nemendanum sem vil komast billegast frá sínu háskólanámi sem að náttúrulega kemur niður á öllum öðrum sem að fá þá jafn lélega menntun og þessi móðgaða manneskja og að einhverju leyti þá ég ætla ekki að segja að þetta sé endilega gerast á öllum sviðum en ég held samt að áhrifin séu þau að námskrá fari að einhverju leyti að taka mið af þessu. Þetta hefur gerst mjög mikið í Bandaríkjunum. Þetta hefur haft bara hræðileg áhrif í Bandaríkjunum þar sem að í rauninni ekki hægt að gera sér grein fyrir því hvaða nemandi stendur hverju sinni og það eru náttúrulega verið að taka ákveðina kynþætti út af fyrir Svega, verið að taka ákveðina hópa út fyrir Svega og þeir að fá einhverja svona sér meðferð innan skólakerfisins en afleiðingarna eru náttúrulega bara þær að allir fá miklu verri menntun og afleiðingin af því náttúrulega við fáum verri vinnumarkað og afleiðingin af því náttúrulega við fáum minna skattfé og þar fram eftir götunum. Og ég held reyndar að þetta sé eitthvað sem ekkert að fara að gerast, ég held að þetta sé eitthvað sem búið að gerast á stóru leyti og sé búið að valda stórkostlegum skaða. Ofan á þetta kemur náttúrulega gervigreindin og gervigreindin hefur náttúrulega eins og frægt orðið haft þau áhrif að nemendur eiga miklu auðveldara með því að skapa sín verkefni sem að þau á endingun búa náttúrulega ekki til sjálf. En mér langar að ræða aðeins sérstaklega þetta þegar að kröfurnar eru minnkaðar og þetta svona gríðarlega kröfuleysi einhvern veginn nær að umvefja sig innan alls skólakerfisins sem betur fyrir þetta minna í raungreinum en eins og hann fjallar í þessum fyrirlestri og náttúrulega eitthvað sem að hefur verið rætt mjög mikið. John von Neumann talaði þetta, Páll Skúlason í þessari bók hérna, Pælingar, nefnir þetta í Gríð og erg. Hann talar þetta samspil raunvísinda og hugvísinda og hvernig samspil þeirra getur búið til miklu betra samfélag sem ég held að sé rétt. Ég held að hugvísindi og félagsvísindi séu gríðarlega mikilvæg en aftur á móti þá hafa hugvísindi og félagsvísindin beðið slíka hnekki segi ég á undanförnum árum að við erum farin að sjá bara miklu verri afkomu fyrir samfélagið. Það sýnir sér náttúrulega ekki í því hversu margir útskrifast, það sýnir sér ekki í engunum, það sýnir sér aðalega í því að það búið að auka kröfuleysið. Og þá langar mig að fara í næstu klippu sem að ég kalla hvað eru nemendur að gera og það einmitt það sem hann nefnir hérna og við ætlum að spila þetta og svo höldum við áfram. What about the educational consequences of all of this? What is happening to education
in the age of AI? Well, let's begin by asking, what do students do all day? Ask yourself, what do you do? The Bureau of Labour Statistics found that the average full-time college student spent only 2.76 hours a day on all education-related activities for a total of 19.3 hours a week. In a book called Academically Adrift, Richard Aram and Josipa Roxa reported that students in their sample spent 12 to 14 hours a week studying. That was 50% less than a few decades before. There's a bunch of survey data like this that points to how very little studying students actually do. And this is remarkable because it's against the law for all those institutions that take federal funding. A typical 3-credit course should entail a minimum of 9 hours of student work a week. Assuming a 12-credit course load, students should be spending at least 36 hours attending class or doing homework. So what are students doing? What are you doing? Perhaps you're not representative, but what are your contemporaries up to? It's not that they're working part-time jobs to pay their way through, which would be one romantic explanation. No. Actually, just 40% of full-time undergraduates are employed, compared with twice that proportion back in the mid-1990s. So, what's going on? Þannig náttúrulega vísar hann í tölfræði sem að kannski ekki hægt að yfirfæra yfir á Ísland, en ég aftur á móti vil færa rauk fyrir því að þetta allavega mín upplifun, þetta mín sjálfsupplifun, hvað heita nú aftur, lived experience eins og það heitir í gremjufræðunum. Hérna, sko, ég hlustaði á Silju Báru í morgun, hún var í Bítinu að fjalla það að hún núna nýtekin við sem rektor eftir að Jón Atli Benediktsson hætti störfum og þar af leiðandi hún núna orðin rektor eftir að hafa sigrað Magnús sem að það stólið mér hérna eftirnafnið. En Silja Bára var sem sagt dósent að með minnir á meðan ég var í stjórnmálafræðinni og hún var þarna mætt í Bítið að fjalla sínar áherslur og talaði þar að stríði í Úkraínu ef það haft áhrif að Rússar væru að reyna að eyðileggja akademíska innviði, eitthvað sem að hún kallaði mentamorð eða illicitcide, hún nefndi þetta orð, ég man nú ekki alveg hvað það heitir á ensku, en allavega það heitir mentamorð og hún fjallar að þetta séu miklar áhyggjur og að Bandaríkin væru Bandaríkjaforseti væri að beita keimlíkum aðferðum en á annan máta. Það að segja að þetta væri svona mentamorð, tæki sér mismunandi birtingamyndir. Nasistarnir náttúrulega gerðu þetta á sínu tíma í Þriðja ríki Hitlers, þar sem voru í bókabrennum og öðru, og Rússar væru að gera það sama við Úkraínu, en Bandaríkin væru að gera það sama með því að vilja ekki niðurgreiða ákveðnar deildir háskólans. Þórður Pálsson hnykkti aðeins í þetta og sagði að skattgreiðendur ættu kannski ekki endilega að vera að niðurgreiða eitthvað sem að væri ekki eftirspurn eftir og væri þá kannski, og var hann þá að vísa til svona, eins og hann orðaði það nú reyndar, einhvers konar róttækar herferðir vinstri manna sem að margar af þessum deildum væru, sem ég reyndar að held að sé rétt. En svo við höldum okkur kannski aðeins við nemendunar, þannig að nefnir hann náttúrulega tölfræði það að það eru ekki allir nemendur sem eru starfandi og að nemendur væru almennt séð að eyða verulega litlum tíma í nám og sem hefur náttúrulega þau áhrif að þau veru verri í stakk búin til að takast á við verkefni sem að svo gráða ætti að staðfesta hverju sinni. Og ég held að þetta sé áhugjefni að við séum að horfa upp á það að nemendur séu að sinna námi töluvert minna. Eins og ég segi, hann að sjálfsögðu að tala bandarískan veruleika, en aftur á móti ef ég yfirfæri þetta yfir á íslenskan veruleika þá held ég að þetta sé eitthvað sem að væri, eða sé allavega áhyggjuefni hér, segjum sem svo bara að þetta sé ekki komið jafn langt hérlendis,
að þá var þetta sjálfsögðu áhyggjefni. Og ástæðan líka, svo ég kannski undirbyggja þess þennan punkt með það að ég tel að við getum yfirfært þessa tölfræði að einhverju leyti hinga, er að þegar að stúdentar koma fram, tölum bara einhver svona hagsmunabaráttu og annað, að þá hefur maður alltaf á undanförnum árum verið að sjá að það talað að það sé ekki frítt húsnæði fyrir nemendur, þeir fá ekki greitt fyrir að vera í skólanum, það of erfitt að vera í skólanum, það of erfitt að vera að sinna einhverju svona félagsnámi og þar að leiðandi einhvern veginn að saksa niður á kröfunar. Og þetta er alveg ótrúlega vending, eins og Neil Ferguson að færa rök fyrir þarna, bara, hvað þið að gera annað heldur en að vera í námi? Og þá getur maður líka spurt sig, sem var endar spurning sem ég spurði samnemendum mína mjög oft, var að þegar þau voru að tala það að það ætti að saksa á kröfurnar og vera alltaf einhvern veginn að beita sig fyrir því að allir nemendur ættu að fá aðeins meira svigrúm til þess að sinna sínu námi, auðveldara próf, minna lestrarefni og þar fram til göttunum. Sko, hvað þýðir það fyrir þína gráðu? Út af því að það sem að ég var mjög ötull í því að benda samnemendum mínum á var að sko í hvert skipti sem að þeir nemendunir væru að tala það að það ætti að saksa niður á kröfunum, að þá voru þeir í raun að gjaldfella mína menntun. Ef að mín menntun þýðir minna, sem að náttúrulega kröfuleysið óumflýjanlega gerir, að þá þeir að sko saksa niður á því að mín menntun þýði eitthvað fyrir minn framtíðar vinnuveitanda. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Og þetta er risa þáttur í þessu, að við eigum að gera ráð fyrir því að þeir nemendur sem eru að inna nám af hendi og sinna námi, eru þá eitthvað tilbúnir til þess að sinna verkefnum í atvinnulífinu. En ef að það búið að gera ráð fyrir því og að sko atvinnurekendur geti gert ráð fyrir því að þeir nemendur eru verri í stakk búnir sökum þess að þeir eru búin að saksa niður kröfurnar, að þá ertu búin að gjaldfella alveg námið þitt og getur í rauninni líklega gert ráð fyrir því að sá nemandi hefur betur bara komið ómenntaður inn á stofnunina og verið þá betur í stakk búin til þess að sinna verkefni innan einhvers geira eftir 3 ár. Auðvitað myndi það kosta atvinnurekendunar meira, en hugsa þetta samt aðeins, þú veist, ef að einhver að búin að sinna námi, að þá geri ég ráð fyrir því sem atvinnurekandi. Ég veit, ég er að segja hana punkt bara nokkur sem, en mér finnst svo mikilvægt að sko ítrekka þetta. Það ótrúlega vont fyrir samfélagið í heild ef að nemendur eru bæði komnir með getu til þess að sinna verkefnum í gegnum gervigreind, samhliða því að það búið að grafa undan öllu sem viðkemur akademísku lífi með því að segja að nemendur eigi að vera svona hinsegin. Silja bara nefndi í þessu viðtali sem ég var að tala áðan að hennar stefna mynda einhverju leyti byggjast á því að við verum að fara að inngilda fleiri víðara mengi menntunar frá öðrum löndum. Það að segja að þeir sem væru búin að sækja sér menntun utan landsteinana og kannski sérstaklega utan Vesturlanda eru inngildir inn í íslenskt samfélag og að sko starf háskólans væri í rauninni farið að byggja á því að sannfæra atvinnurekendur að Háskóli Íslands myndi staðfesta getu þeirra undir þeim formerkjum að við höfum upplýsingar það nám sem að þeir nemendur hafa sinnt utan landsteinana. Og ég persónulega, og ég veit að þetta eldfimt svæði, ég samt held að það sko akademísku kröfur sem að við höfum þó gert til fólks séu eitthvað sem ekki
alfarið fyrir hendi annar staðar. Ég held að nám í vestrænum háskólum sé eftirsóttara einfaldlega út af því að það betra. Þess vegna held ég að til dæmis að við erum að fara að staðfesta nám frá mikið af þriðja heimsríkjum, að þá geti það haft slæm áhrif á vinnumarkaðinn í heild. Ég veit ekkert hvernig, og eins og Silja bara reynda nefndi í viðtalinu, þá vitum við ekkert hvernig það mun koma til með að líta út og þetta stórt verkefni. Þannig ég ætla ekki að bara henda þessu út af borðinu strax, en ég eftir á móti held að það séu töluvert stærri áskoranir sem að háskólinn ætti að vera að einbeita sér að heldur en að vera inngilda menntun annarra. Og svo ef við tökum þetta ennþá lengra, þá held ég að ef að atvinnurekendur myndu gerast áskynja það að menntun væri ekki mikil metin og hún ætti í raun að vera, að þá það eitthvað sem að þeir myndu taka fagnandi. Ég held að sé ekki endilega út af því að það skorti á það að Háskóli Íslands sé búinn að staðfesta það að aðrir séu búin að sinna námi í einhverjum háskólum sem að við vitum í rauninni sára lítið um. En höldum áfram. Það sem sagt næsta klippa sem að ég tók saman sem sagt áhrifin sem að eru nú þegar farin að eiga sér stað, og þetta eitthvað sem ég nefndi einmitt áðan, og ég ætla bara að spila fyrir ykkur aðra klippu þar sem ég búin að skrifa hjá mér, þar sem hann fjallar einmitt hvernig áhrifin eru nú þegar farin að eiga sér stað. And yet this is clearly very bad for students, worse than Jonathan Haidt's worst nightmares about mobile social media apps, which he told me the other day when I met him are even worse than he thought when he wrote his book. There have been some studies done looking at the effects of AI usage on young people, and you won't be surprised to find that to hear that it correlates with, quote, a deterioration in critical thinking skills. And this is more pronounced in younger participants. There was a study published in February by Microsoft and Carnegie Mellon showing that a person's confidence in generative AI correlates with reduced critical thinking effort. Robert Sternberg's a psychology professor at Cornell. He says, the greatest worry in these times of generative AI is not that it may compromise human creativity or intelligence, but that it already has. We are in a unique position. We can adapt. We could be much nimbler in ways that established universities clearly can't. Og þannig kemur hann einmitt inn á það hvernig UTX, eða þessi háskóli í Austin sem að hann tók þátt í að skapa, sé að fara að takast á við þessi vandamál, og ég ætla að fælla það í næstu klippu. En rétt bara svona til að tala þetta enn aftur, bara gervigreindin að sjálfsögðu búin að gera okkur kleift til þess að gera ótrúlegustu hluti, en fyrir einstaklinga að þá getur þetta haft þau áhrif að maður lærir ekki neitt sjálfur, og maður finnur alveg fyrir því sjálfur að þegar maður að ræða við fólk að þá maður fljótari að reyna að grípa í símann og skoða ChatGPT eða internetið það hvort maður hafi rétt fyrir sér með X eða Y, og gerir minna því einhvern veginn að brjóta heilan hinn ýmsu vandamál. Og þetta eitthvað sem ég tel vera mjög slæmt. Ég reyndar fæ mikla nautn á því að vera að taka þessi viðtöl í ein pæling, út af því að þar fær maður einhvern veginn getu til þess að vera í því að reyna að brjóta heilan samhliða því að vera að reyna sjá heiminn frá augum annara. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu, og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu, og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það. Skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. En ég, eins og ég segi, og hann kemur þannig inn á, þetta hefur nú þegar haft gríðarlega vond áhrif, og það verður rosalega slæmt þegar að allar kynslóðir sem að nokkuð tíman upplifðu heiminn án þessara tækni mun allar vera út dauðar. Og nú veit ég alveg að það hefur alltaf verið þannig að þeir sem að eru lifandi hverju sinni hafa miklar áhyggjur af framtíðar kynslóðum út af því að þær séu svo ómögulegar, en
þetta eitthvað sem að breytast það hratt og í grunninn eins og sko iðnbyltingin nema á miklu persónulegri skala. Ég tala náttúrulega Guðmund Hafsteinsson sem í stjórn Icelandair og sinnti náttúrulega miklu starfi hjá Apple og Microsoft og öðrum. Microsoft held ég vona ég sé að munið rétt, hann náttúrulega skrifaði bók sem Snorri Másson skrásetti, mjög skemmtileg bók sem ég mæli með, heitir Gummi. En það rosalega áhugaverð að pæla í því sko, hvernig erum við í stakk búin til þess að takast á hann raunveruleika. Ættum við getum tekið þetta lengra, ættum við að vera til þess að láta krakka hafa spjaldtölvu mjög snemma. Ég held reyndar að foreldrar sem að gefa börnunum sínum spjaldtölvur ætti að skammast sín út af því að það verið að undirbyggja þessa þróun á risaskala með því að ekki út af því að tæknin endilega fyrir hendi, heldur að við erum líka að útrýma allri athyglisbönn og öðru með því að vera að láta bönn vera skrollandi allan daginn. Það svo sem kannski önnur saga, en þetta samt eins og segja, þetta önnur hlið af sama pening út af því að við erum á sama tíma að nýta þessa tækni mjög illa en að nýta hana þegar að kemur til þess að akademíunni til þess að sinna sem minnstu sjálf. Og maður getur tekið þetta lengra. Ég fór í banka daginn og þar var manneskja sem að sagði við mig að þær taki ekki vinnunum pening og svo baði ég þessa sömu mannesku að sinna einhverju öðru sem að við kom bankastarfsemi, það bara nei, það bara gert í Borgartúni. Og ég hugsaði alltaf með mig bara hvað þessi manneska að gera? Hún augljóslega að ýta mér frá en á sama tíma að ýta starfinu sinu frá. Og þetta skemmt frá því að segja að örfáum mánuðum síðar var búið að loka þessu útibúi. Og ég veit ekki hvort þessi manneski hafi mist vinnuna en ég svo sem gerir ráð fyrir því. En það eftir því sem að við gerum okkur minna mikilvæg í hverju starfi því minni mikilvæg verðum við. Það að segja, eftir því sem að við erum tilbúin til þess að sinna færri verkefnum því minna mikilvæg erum við. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Og ég held að þetta mun náttúrulega eins og margir búin að fjalla koma til með að hafa rosaleg áhrif á vinnumarkaðinn og ég man nú ekki hver sagði það sko, áhrif vinnumarkaðarins væri ekki endilega að störf væru losuð eitthvað sérstaklega, heldur væru þau sko gjáin á milli einstaklingar sem að kynnu að nota gervigreind og kynnu ekki að nota gervigreind. Og þá geta einhver spurt, byrju Tóti, þú ert búin að vera að fjalla hérna að fólk eigi ekki vera að nota gervigreind til að sinna verkefnum en samt að fara að nota þegar það kemur á vinnumarkaðinn. Já, en eins og Neil Ferguson að fjalla þarna þegar hann var að tala það hvernig kynslóðin og þessi Oxford skills gerðu fólki stakk búið til þess að takast á við verkefnin með internetinu, að þá þarftu augljóslega að vera sko búin að móta þína getu til þess að nýta gervigreindina. Ef að þú nota bara gervigreindan til þess að sinna öllum þínum verkefnum, að þá ertu ekki stakk búin til þess að reyna að taka það svo lengra og hugsa hlutina í svona breiðari mynd það hvernig gervigreindin getur nýst til þess að búa til eitthvað nýtt. Og kannski finnst einhverjum þetta að vera einkennilega afstæða, en þetta aftur á móti mín afstæða og ég held að eins og hann að fjalla í þessum þætti eða í þessum fyrirlestri segja að þá þetta eitthvað sem hann hefur líka áhyggjur af. Við þurfum að vera betur í stakk búin til þess að takast á við verkefni og ég held að ef þú ert með getu sem áþekk þeirri sem var hér áður þegar að fólk var í raunverulegu akademísku umhverfi þar sem þú þurftir að takast á við aðstæður óháð því hvernig þú ert að litin, hvaða kynhneigð, hvort að þú værir að takast á við einhverjar erfiðar aðstæður í félagslífinu eða erfiðar líkamlegar aðstæður eða eitthvað þannig. Það skiptir engu máli, þetta á bara að vera á jöfnum grunni. Og þegar að það akademiska umhverfi var fyrir hendi, þá held ég að það mótaði einstaklingana í að geta nýtt tæknina til þess að takast á við ný verkefni. Og ég held að það sama gildir í dag. Ég held að
ef að við erum með einstaklinga sem eru gríðarlega góðir í því að takast á við verkefni utan tækninnar, að þá eru þeir miklu betri í því að nýta tæknina svo til frambúðar. Og hérna í næstu klippu fjallar Neil Ferguson nákvæmlega þetta, hvernig þessir einstaklingar verða svo í stakk búnir til þess að takast á við þetta, samhliða þeim sem eru kannski að gera hlutina öðruvísi. Og hérna talar hann þá sem eru þá í stakk búnir til þess að gera hlutina örlítið öðruvísi. That all students will cheat and all work will be AI generated. We don't need to go there. I would propose 5 steps. I believe we need to create quarantine space in which traditional methods of learning can be maintained and all devices excluded. I propose we call it the cloister. We should assume that all study outside the cloister will be done with the use of AI. Inside the cloister, we should allocate time to A, reading printed books, B, discussing texts and problem sets, C, writing essays and problem sets with a pen and paper, D, we should do assessment via oral and written examinations under strict invigilated conditions. And time in the cloister should be defined and monitored, and it should be around 7 hours a day. So we flip the normal allocation of time and expect students to spend way more time in the cloister, the classroom, the library, the cloister, than outside. Sko, að einhverju leyti þá kann einhverjum að þykja þetta vera full gróf leið til þess að takast á við þennan vanda, en ég persónulega mjög hrifinn af henni og ég reyndar held að þetta sé eitthvað sem að við ættum að tileinka okkur utan akademisks umhverfi. Ég held að þetta sé eitthvað sem að myndi koma til með að bæta bæði geðheilsu, ég held að þetta myndi auka félagsleg tengsl, ég held að fjölskyldur myndi koma til með að njóta góðs af þessu. Ég held að sko það sem hann kallar the cloister, ég veit nú ekki hvaða íslenska orði ég myndi nota yfir þetta, en óháð því að þá þetta gríðarlega góð hugmynd af því hvernig hægt að bæta kjör almennings almennt, en líka getu nemenda á svona háu akademísku leveli, stigi, svo ég noti nú íslenska orðið yfir þetta. Ég held að þetta sé eitthvað sem að mun óumflýjanlega koma til með að vera beitt á öllum akademísku stofnunum. Hann talar þarna í þessum háskóla sem að ég er búinn að nefna nú nokkru sinnum, að skólinn muni nota þessa fyrirmynd, en hann muni að lokum koma til með að verða fyrirmynd annarra háskóla. Ég held að þetta sé einfaldlega rétt. Ég held að þeir skólar eins og Harvard og aðrir munu horfa til þessa og grípa til keimlíkra atriða. Það þarf náttúrulega að fara í gríðarlegt átak hvað varðar félagslega innviði í öllum þessum skólum. Harvard hefur náttúrulega boðið gríðarlega hnekki á undanförnum árum, einfaldlega út af algjöri meðvirkni með dellu hugmyndafræði, sem ég hef náttúrulega oft nefnt hér og ætla ekki að fara nánar út í akkurat núna. En hugsa ykkur hvað samt sko á bara persónulegu, ef við hugsaum út bara persónulega sjónarmiði, einhver tíman sem að maður telur sig hafa verið of lítið í símanum yfir daginn? Einhver tíman sem að telur að ég hefði nú átt að leyfa barninu mínu að vera örlítið meira í spjaldtölvunni í dag? Ég held að sé alveg sama þótt að maður myndi láta barnið sitt hafa spjaldtölvu í 3 mínútur yfir daginn, ekki það að það myndi eitthvað að skemma barnið, en ég held að enginn myndi hugsa, mér hefði nú getað tekist að láta barnið vera örlítið lengur en 3 mínútur í spjaldtölvunni. Ég sá ótrúlegt myndband daginn á samfélagsmiðlum þar sem það var
ung kona með hérna prjóna og var að gera hérna brandarann hérna kærar þakkir með einhverja svona 2 pinna sem að ég segja hvort það sé rétt eða rangt og var sérst með þessa pinna og var að sveifla þeim eitthvað í lagi að mamma fái smá frí frá börnunum og leyfi þeim bara að horfa á YouTube í spjaldtölvunni og þá hérna bent hún hérna, ég veit ekki hvað er rétt og rangt í þessu en hún eitthvað og það var sagt já, það er í lagi, kærar þakkir. Það er ekkert í lagi. Þú ert að skammast þín. Þú ert að skammast þín fyrir það að vera að láta barnið þitt vera í spjaldtölvu á YouTube meðan þú ert eitthvað að stara út í loftið að prjóna. Við eigum ekki að vera að láta börn. Sérstaklega, þú veist, hún talaði þetta í fleirtölu. Þú ert ekki að láta börnið þín ekki láta hafa spjaldtölvu og horfa á YouTube. YouTube er fyrstilega algjört eitur samhliða öllum þessum svona litli og smerri þáttum sem er núna í dag sem að viðhalda athyglinni með því að skipta ramma. Það eru sálfræðingar búin að fara yfir þetta til þess að hvolpasveit er bara eitthvað algjört eitur og það er að vita það allir núna út af því að þetta er sérstaklega gert til þess að eyðileggja athyglisbörnina með því að viðhalda algjörlega við skjáinn. En þú ættir að skammast þín fyrir að láta það að vera á YouTube að hlusta á eitthvað málgagn hérna sem er alfarið á ensku og er ekki einu svona íslensku. Þú ættir að skammast þín fyrir það að vil ekki bara láta börnin þurfa að leiðast aðeins. Láta þeim, þú mátt alveg prjóna og stana hans út í lofti, ég er ekki að segja að þú er ekki að það. En þú ættir að skammast þín fyrir það að láta ekki börnin vera bara frekar í því að vera að leika sér saman. Hvers konar skammtíma hugsun er það að láta börnin sín vera að stara á skjái í einhverju spjaldtölvu í stað þess að leika sér og auka félagslega getu til þess að takast á við fyrirbrigði sem að þau munu óumflýjanlega þurfa að gera svo í framtíðinni. Mér þótti þetta allavega algjörlega ótrúlegt en hérna þannig er einmitt eins og segja, þannig er hann komin aðeins með kjöt á beinin hvað varðar það sem við erum að tala um. Það sem að það sem hann eins og segja, the cloister, þetta er stór breyta að við verðum einhvern veginn að hérna geta tekist á við þetta. En hérna, ég ætla að ljúka þessu aðeins á að hérna, það sem hann talar einmitt og að undirbyggjurinn er svolítið punktin sem ég hóf mál mitt á sem að er þetta að það að læra að eiga erfitt og að þurfa að takast á við hluti og svona rétt áður en við kannski ekki spilum þetta þá það er aldrei og við getum eiginlega bara yfirfært þetta yfir hvaða svið sem er í lífinu að það er ekkert svið sem að þú þarft að takast á við einhvers konar aðstæður þar sem að þú þarft ekki að eiga erfitt á einhverju tímapunkti. Ef þú ætlar að vera góður í íþróttum þá þarft að takast á við gríðarlega erfiðar aðstæður. Ef þú ætlar að vera góður í því að búa til myndefni eins og ég er að gera hérna þá þarft að takast á við hundleiðinlega tíma. Þið þarf að leiðast ótrúlega mikið, þú þarf að gera ótrúlega mikið af mistökum. Ég er ennþá að gera mistök eins og ég er núna margátt búin að fjalla hérna. Ég leyfi ykkur alltaf bara að sjá mistökin. Ef ég gerir mistök þá birti ég það samt bara því að það er gaman að líka bara gera mistökin og leyfi ykkur svo að fylgjast með. Ef þú ætlar að verða ótrúlega góður í því að læra fyrri heimsstyrjöldina að verða frábær sagnfræðingur í því. Það er ekkert eitthvað frábær rit einvörðungu sem að þú þarft að lesa. Það er ekki alltaf gaman. Það er ekki alltaf gaman að þurfa að takast á við aðstæður þar sem að geri þig svo að endingu betri. En við erum einhvern veginn með þá hugmynd núna í hausnum að í akademísku umhverfi að ef einhvern veginn við náum að hlúa að móðguðustu manneskjunni, ef við náum að hlúa að lötustu manneskjunni, að þá muni allir einhvern veginn koma til með að bera hag af því. En að sjálfsögðu vitum við náttúrulega að svo er ekki. En hérna spilum þessa klippu. We used to have this phrase, my brain hurts. Do people still say that? It should hurt. It's supposed to hurt. It's supposed to be difficult. And I think we need to be a little bit more comfortable with difficulty. There isn't an LLM that will get you through enormously difficult physical challenges. SEAL Team 6 can't simply say, hey, go swim in ice cold water for 6 hours. That's not a prompt. We have to take the same approach to intellectual development. It's got to hurt a bit, or our brains are simply not advancing. We're not building the neural pathways that we need to build if there isn't a little bit of a headache involved. So I think this should be our great strength. And yeah, some people will grind their teeth at being locked in the cloister and forced to read Aristotle with no shortcuts. But it will be good for their brains
The most important thing that I learned in the last month, in the course of an argument with my 13-year-old son about whether he should or should not be given an iPhone, is that brain development is not really over till you're 25. Your brain is still pretty plastic and it is still being molded right through your undergraduate career. And so the shortcuts that ChatGPT offers are a disaster for your neural development. You will just be dumber. You will just be less smart if you are given an unfettered access to those tools. Whereas if you followed my injunction and spent a substantial part of your 4 years in the cloister without the tools, you will emerge smarter. And that is still my big pitch about UATX. You will crush the competition when you graduate from here. You will crush them in the interviews. You will crush them in the tests. You will be infinitely more attractive as an employee compared with the people who've come from the established institutions where none of these rigors, none of these constraints were imposed. So I think this is a really, really straightforward route that we can go down, where we insist on a combination of classical wisdom and modern science and technology, and insist that people learn to think and learn to do the math on the whiteboard, not delegating it to a large language model. I can't emphasize enough how much damage has already been done to your generation by these tools. In the space of 2.5 years, disastrous cognitive damage, worse than John hates smartphones and social media, worse than COVID and, useless Zoom classes. This is the worst thing to happen to the human brain, aside from very dangerous drugs in my lifetime. Já, ég flettaði hana 2 klippum inn og ég hef svo sem ekkert við þetta að bæta. Jonathan Haidt sem hann talar hana að sjálfsögðu Jonathan Haidt sem að skrifaði Coddling of the American Mind, Righteous Mind og The Anxious Generation síma, en hann sem sagt Neil Ferguson vill færa rök fyrir því að sá veruleiki sem að Jonathan Haidt, sem að samt sem áður var eitthvað sem að Jonathan Haidt taldi vera gríðarlega mikilvæga, væri ennþá, gríðarlega segi ég slæma, væri ennþá verri heldur en að hann í rauninni gerir sér grein fyrir þegar hann byrjaði að tala með sem málefni. En ég ætla að nefna þess menningu réttilega ljúka þessu og skrifa þetta þessi bók, Pælingar, skemmtileg nafn líka, og það heitir Pælingar eftir Pál Skúlason sem fyrrum rektor Háskóla Íslands, og ég mæli eindregið með, þetta eru 2 rit held ég sem að ég allavega með, hann skrifaði mikið, en ég mæli eindregið með því að þið lesið þetta rit út af því að þetta er algjörlega frábær bók heimspeki og tímalaust rit að mínum mati, út af því að þannig er hann að fjalla tímalaus vandamál. En hann fjallar menningu sem að tæknihyggjan kemur með og fylgir í kjölfarið, og hann náttúrulega fjall frá áður en að gervigreindin tekur svona við. Þetta er sem sagt, þetta er litla prent 2019 er sem sagt 3. prentun, en þessi bók kemur út 1987. Ég man nú ekki, ég þarf nú eiginlega að skoða hvenær hann fellur frá, hann fellur frá árið 2015, og þá ekki það gamall, hann 70 aldri. En hann sem sagt fjallar menningu sem að við höfum mótað á okkur í kringum tækni, og sem að hann hefur allavega með þessum orðum, og ég reyndar í þessum kafla, þetta er sem sagt blaðsíða 114, þar sem hann er að tala heimspeki Sigurðar Nordal, og ég ætla bara að lesa fyrir ykkur þessa stuttu klausu á blaðsíðu 114 og held að ég ljúki því bara á þessum orðum.
Sú menning, ef menningu skal kalla, sem tæknihyggjan vísar til menning nautna, skyndifullnægingar á öllum hugsanlegum löngunum, menning upplifana sem skortir í senn inntak og varanleik. Eftirsókn vestræna þjóða eftir hverskins stundargæðum stafar af djúpstæðum vonbrigðum sambandsleysi manna við eiginlega menningu og sögu. Líf í anda tæknihyggjunnar gefur ekki kost á þeim tíma sem ræktun menningar krefst og söguskinn manna þarnast til að ná að eflast. Tæknihyggjan elur á tímaskorti, kapphlaupi við tíman vegna þess að hún skiptir öllu mannlífi, allri hugsun manna og starfsemi niður í ótal einangraða búta sem enga merkingu hafa í sjálfu sér en eru tengdir saman í endalausri keðju erinda og aðgerða. Og ég ætla ekki að gera tilraun til þess að segja eitthvað gáfulegt eftir þessi frábæru orð. Þannig að ég ætla bara að minna á pardus.is/einpæling, alvörubón, Poulsen, Happy Hydrate, fiskhúsið.is og bæjarins bestu pilsur. Takk æðislega fyrir að hlusta og þangað til næst.